Góða kvöldið, kæru áhorfendur. Velkomin í keppnisárið 2026. Með mér hann Jökull Hrafnsson, margfaldur Íslandsmeistari. Mr. Two-Time eins og hann kallaði Komið sæl og blessuð og gleðilegt ár og Takk fyrir gamla og allt eitt. gleðilega keppnisauka. Heldur betur. Já. Við erum að senda hérna á Brynja Péturs, hann var í fyrstu deild. Húttum á hann. Já, Það er ég nokkuð viss bara á síðasta tímabilið mitt. Þannig að hann verður að taka hardakki tímatöku og þykir ekki stig. það er á hann. Við erum með nokkuð marga menn á braut. Það er gleðiefni. Svo ég hugsa að hljóðið sé aðeins. Svo þau verður aðeins hérna yfir. Við höfum líka tjattu að láta vita hvernig hljóðið er, hvort það sé ekki Já, toppmálum, hvort það heyri ekki í tvöfalda manninum og allt þessu. helísilegir. Já, það verður störa. Heyrist lítið í Mr. Two-Time. Sjá. Ég veit ekki hvort það breytist ef ég hækka hjá mér. Prófa það, sjá. Ok, nú er það búin að hækka vel í þér. Þannig að segðu fólkinu einhverja góða sögu. Hversu fullur varstu í málum? Herri, við skulum ekki ræða það neitt nánar. Við búumst við hörku skemmtilegu keppni í kvöld, held ég. Já, held ég. Ég var ekkert allt hrifinn af þessu hérna fyrst þegar það var kynnt sko, en þegar maður er búin að keyra þetta þess að er þetta nú bara svona. Já, ég held að getur verið gott reysina, sko. Já, held það bara sko. Þannig að Sjónatón, hann staðfestir, þeir heyrið þér. Það er gott. Já, heldur betur. Þannig, og við erum með einhverja nýja menn hérna og gamla. Andri Topsson, þetta er enn eitt Topssonin. Ég veit ekki alveg hvernig viljast það. Úr Factory Topssona. Topsson Factory maður. Já. Þvílíkir ökumenn sem koma þaðan. Já. Þannig, ég er að sjá eitt núna, það var Gretar var að koma inn, þannig að við erum með full lobby. Spurning hvort að þú stökkvir út í smá stund þar til að við hefjum, Okay. þannig að ef einhver annar kemur inn þá þurfum við að taka út eitthvað af þessum hérna Já. hröðumönnum hérna. Þannig að þá erum við með pláss fyrir nýja manninn og svo ef hann kemur inn þá getur við tekið einn út og þar fram eftir göttunum. Sjá. Hann Hilmar segir hérna Messenger. Já, ég er að mynda að skoða hérna.
Síðan að Brynjar Péturs hefur farið. Nú, Það var hann left og lobby. herðu, nú styttist í að við förum að starta þessu. Já. Já, Brynjar Péturs, hann hefði nú alveg getað tekið þátt, þannig að ef þú ert að hlusta, skelltu þig bara inn og setjum hérna klukkan orðið 9, þannig að við setjum 2 min warning á þetta. Ég held að þér sé óvægt að skella þér aftur inn á braut. Inn í lobby. Yes. Það er ennþá eitt laust pláss. Já. Heimir komin á hard. Yes. Já. Já. Herru, og við erum náttúrulega með nýtt hérna, það er við erum náttúrulega að resetu lobby fyrir tímatöku, Já. en ekki eftir tímatöku. Nei. Þannig að mér finnst það svolítið skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Já. Já, sammála því. Það er svona, maður gat svolítið nýtt sér það sko að horfa á það hvað dekkjum hinni menn ætla að byrja á. Já, klárlega, að maður græti meira því heldur en við ekki nöðru þar. Já, nefnilega sko. Það hérna, þannig að núna, sem sagt eftir tímatökuna, þá vita keppendurnir ekkert hvaða dekkjum hinn er á. Nei. Þannig að það verður svona smá fun factor í þessu. Já, heldur Þannig að ef það er einhverjir raskandalaðir, þá ertu annarkvort bara shit, er hann miklu hraðar en ég á sömu dekkjum eða er hann bara á mýkri dekkjum? Já, ég er lent í því líka sko. Alveg bara því basla við að halda hann fyrir aftan mig bara what the fuck? Og svo bara búin að alveg stúta dekkjunum hjá mér og hitaði allt of mikið og fatta síðan allt of seint að sjá mýkri dekkjum sko. Akkurat. Já, setja reset lobby og gleymi að reseta lobbyinu. Og þá bara resetum við lobby. Smá hérna brýnur örðuleikar hjá okkur. Fyrsta keppni sumarsins og svona. Nei, sumarsins, vorsins. Yes. Já, þannig að nú bara þegar allir eru entert þá er þetta bara beint á stað. Og við erum bara næstu í fullt lobby, ég er ánægður með það. Við erum með nokkra nýja hérna. Já. Og nokkra sem voru með okkur í fyrra, við erum með Berg hérna. Solid, hann gerti svolítið í fyrra, hann var nú alveg að gera útsluti. Björgvin Freyr, við höfum séð hann á brautaður, hann var í annar deild. Það var rétt. Robby, ég man nú ekki eftir að sé þannan, en við finnst hann svona... Já, nú erum við að gera þessu vítis. Var einn Robby að keppa hérna þegar ég var ekkert fyrir reyndar alveg 3 árum sko. Veit ekki hvort það sé sami. Já. Það getur vel verið, gaman að fá gamla kempur aftur inn.
Við erum með Gretar, við erum nú séð hann svolítið. Hann hefur verið með okkur hérna í svolítið tíma. Palli Bjelster og svo Örn Erlings, hann var í annar deild í fyrra, það maður rétt. Já, í fyrra, það náttúrulega bara einhver dagar síðan það var. En á sem sagt síðasta, held að hann hafi ekki verið á síðasta tímabili, en tímabilinu þar áður. Það vantar bara Heimir á braut. Hanna. Good luck. You're fast, var það ekki alltaf klassík? Jó. Þá byrjum við þetta bara. Og skemmtilegu fítur sem kom náttúrulega í uppdatun daginn að nú slökkt á hérna draftinu í tímatöku. Já. Það var alveg nauðsynlegt sko. Já, ég er bara sammála því. Líka sem að draftið búið að aukast finnst mér, eða þú veist, það vera svona meira í 1,4 núna, maður svona getur fundið fyrir því þar. Þetta var alltaf 0,7 bara. Nú ánægð með okkar menn hérna að virða regluna að byrja á hörðum og hafa þetta nú aðeins meira challenge fyrir sig. Betur. Gefa svona nýrri og óreyndari ökumönnum svona aðeins meiri séns og gefa svona smá upplifun í svona sinni fyrstu þjálfun í opnu deildinni. Enda á opnu deildina að vera svolítið stökkpallur sko. Ég man þegar ég tók opnu deildina þá fannst mér geggja að vera bara að sigra keppni bara á mínu öðru tímabili reyndar, ég tók einhverja nokkra keppnir. Já, algjörlega, menn ég geta fundið þessu svolítið þarna sko. Já. Ég myndi að vera að keppast þú veist. Ég man að þegar ég var í opnu deildinni þá var ég að berjast við Sigga Jóns alveg á fullu og vorum alveg í fílíkri baráttu fyrsta sæti í deildinni. Djúvill var það gaman. Enda varð ég gjörsamlega húgt eftir það. Já, nákvæmlega. Já, nú erum við að fylgjast með honum Bergers hérna og Robba. Þeir eru nú ansi nálægt hver öðrum hérna, það er svona... Já. Robbi er líklegast nýr keppandi sem bara er að tvöna okkur núna á þessu tímabili. Bergur hérna hægir aðeins á seti þess að fær það bara solid beint alltaf á sig. Já. Hann hefði þurft að byrja að búa til pláss örlítið fyrr. Já. Af því núna er það bara alveg... Já. Já, maður þarf að fyrir að smá slá af þannig. Já, já. En annars sýnist mér þetta að vera flott. Skellum okkur bara borð hérna hjá honum Berg. Hann er nú búinn að vera að auka þess að hann náttúrulega féll niður úr annar deild. Bróðir hans náttúrulega er að fara að taka svona sitt annar tímabil í úrvalsdeild. Já, akkurat. Þetta var bróðir hans búinn að kenna honum eitthvað tök. Svolítið Já, niður. ætli það ekki. Vissum það svona. Það sé pínu trikki. Já, hún er mjög trikki. Það var að vera ljúfur upp bremsuna. Línur. Já. Það var rétt að kýtla bremsuna á réttum stöðum hann að bíllinn róteraði aðeins og samt halda hraðanum í gegn sko. Þetta... Já, maður finnst stundum okkur eins og sé á hann endi beygju fyrr, eða þú veist. Já, akkurat. Aðeins lengri beygja. Það er langar bara að fara að gefa hérna sko. Já, akkurat. Svo er þetta svona eiginlega uppbeygja, en samt er þetta hvað? 1, 2, 3, 4 beygjur. Já. Þá sjáum við hérna að Robbi keyrir á Supru. Já. Aðeins yfir, já. Og 1.44.810. Hvað gerir Bergur þá
Bergur náttúrulega Örn Erlings toppa það 41.6. Bergur 46. Ólafur upp í annað. Sveinn Arnar í þriðja. Robby í vegginn. Smá kassa hérna í Róskaplanum. Já. Palli Bjelstur upp í 5. Heimir, Hilmar og Ingi úrvals- og fyrstudeildarmennirnir hérna fyrir Írlandi. Andri Topsson kominn á toppinn 43.49. 43.1 hjá Hilmari. Ingi 42.5. Það komið rigning. Sem þýðir að það kemur rigning í keppni. Já. Úlala, sko. Akkur gerist þetta svolítið alltaf fyrir opnundeildina. Það er ótrúlegt. Það er sega körs. Ég veit það, það er það sko. Aldrei gerst í úrvalsdeildinni. Nema þá bara í einhverja smástund sem að eiginlega bara maður fer ekki skiptinu í dag, sko. Já. Þetta reynda var ekki mikið allavega, ég kom inn á. Ég ætla að kíkja aðeins á radarinn hérna. Kemur smá dökk, þykk lína eftir smá. Já. Þetta er líka svo sem ágætt fyrir keppendur, þannig að þeir vita hvernig fyrstu 10 mínúturnar af keppni verða. Já. Hver er að koma hann yfir línuna? Það er hann Ingi. Hann er næstur yfir línuna. Og þá er ólíklegt að menn sé að fara að bæta sig úr þessu. Herðu, sérðu rigninguna á Ráskaplanum? Getur hann bætt sig? Já. Nei, hann er nú ekki langt frá því samt. Hver er þarna næstur yfir? Það er Robby. Hann bætti sig ekki. Það er bara komin full on rigning. Núna er komin akkurát þessi þykka lína örugglega. Já. Hún var dökkblá, en þú veist, hún Heimir virtist bætti ekki sig samt vera það 45. löng. Örn Erlings, hann skellti sig bara í pittinn. Menn Nú hafa brautin tíma til að þannig ná. að Já. Það er ekki að bæta Það sig. er ekki að fara að bæta sig, nei. Þannig að þetta er bara búið. En En það er spurning með neðri sætin hérna. Þú veist, það eru... Nei, svo sem ekki. Nei, þetta er 1.45, bara orðið. 3 það er... Nei, það er... menn Það er eru mikið. bara að lenda í veggnum hérna í fyrstu böðu. Já. Og menn komnir hérna á Inters. Já. En svo... Af því að þetta eru nýlegar, þá kannski fattar ekki alveg að brautin byrjar ekki í rigningu. Nei, það... Ég man að ég gerði það í þau mistök að hafa rigning þegar að lobbið byrjaði en ekki... Svo byrjaði hann að þotna, þá skipti ég yfir á softdeck. Svo startaði keppnin, Já. þá var bara helli dæmba á brautinni. Ég á softdeckinu. Akkurát. Hvernig er það með svona eins og jóknitildinni? Er maður að gefa svona hint eða? Já, ég held að það sé alltaf læg. Ég held að við ættum að gefa þeim hint að að lobby byrjar, að keppnin byrjar eins og tímatakan byrjaði. Já. Ætlar þú að skrifa postið þeirra? Já, skal gera það. Nei, ég er nú reynda með lykla bara, þannig að ég get svo sem gert það. Það er kannski auðveldara. Þú ræður. Ég get líka að gert það hérna bara, sko, að sjá.
Það þýðir að við erum með Andra Thompson á pól 39.8 sekúndu á undan næsta manni Tony Berg sem er með 49.65 sem er svo sem samt heldur ekki slæmu tími. Hvað maður þá að segja, er þá bara ATH keppni byrjar eins og tímataka byrjaði. Já. Gerir ég ráð fyrir það er svo sem hafa nú aðeins verið að glitsa á lobbyin eftir update sem kom daginn. Veit ekki hvort það sé búið að laga það. Kannski bara ættum við ekkert að vera að segja neitt. Já. Það er akkurat spurningi sko. Það er líka leiðilegt ef við segjum það og svo er það ekki. Svo byrjar hún rigningu. En ég er samt alveg 90% viss að byrja þurr sko. Er það ekki? Já. Það allavega situr fast í mér hvernig það var þarna á Suzuka þessum tíma. Þá var hellidempa þegar lobbyið opnaði. Kannski getum við bara verið að rugla menn með að skrifa eitthvað, að þú veist. Já, við skulum bara leyfa mönnum bara að læra það á reynslunni. Maður lærir oft best þannig. Já, já. Kíkjum hérna á YouTube-tati eða maður látum tíman líða. Svenni hérna, ég keypti regndekk klukkan 20:57. Hilmar spil líka akkurat hversu margir ætli hafi gleymt að kaupa regndekkin sko. Þannig að það geti líka verið. Það er hrikalegt. Já. Við sjáum að það er komið eitt brottfar af braut, það er hann Robby. Fór hann úr lobbyinu? Hæ? Nei, hérna farið úr lobbyinu. Já. Það sjá. Ætli hann hafa reynt að koma aftur eða? Sko af því að ég veit að ég held að þú getur ekki keypt dekk á milli tímatöku og keppni sko. Nei. Já, herru, þar á við það. Það er Andri Thompson. Nei, Thompsonin sem tekur tímatöku. Það er 39.870. Bergur í öðru, 1.40.965. Ólafur í þriðja, 41.580. Örn Erlings í fjórða, 41.603. Björgum Freyr, 1.41.995. Palli með 1.42.105. Svenni, 1.42.227. Ingi á hörðum 1.42.599. Hilmar 1.43.170. Solid, ég held að þetta er Óli. Já. 1.44.018. Gretar 1.44.809. Heimir 1.45.339 og Robby 1.44.810 en hann endar hennar síðastur í tímatöku þar sem hann fór úr lobbyinu. Ég hef nú ekki séð að Já. setjum hérna bara reis 21 Jæja, þá erum við að fara að starta hérna fyrstu keppni ársins. Ertu spenntur fyrir keppnina á miðvikudaginn? Já og nei sko. Jú, algjörlega.
Það var bara, það hefur lítið síðustu daga, en jú, þetta Já, verður bara gaman, sko. svipað hér, ég hefði viljað hafa meira. Já, já, Sérstaklega sem maður kann ekkert þetta leiða dókin eitt. já. Þetta er reddast. Já, við erum ánægð með Björgafreyr hérna með landsinn. Þú veist, þú búin að taka því? Já, nei, ég var endur ekki búin að taka því. Svo, en við erum með hérna Ferrari á braut, við erum með Lancer, við erum með Porsche, við erum með Alfa Romeo, við erum með Citroën, Lambo og Supra. Já, Við erum með svolítið fjölbreytt bílaval hérna. já, heldur betur. En efstu fjórir á Ferrari. Já, ég ætla ekki Þar- að nefna það, sko. Þar næstu eftir kemur Lancer. Já, Já, þetta verður spennandi. það er heldur betur. Og við erum alltaf með Rolling Start. Já, Það er hérna yfir þetta sé. Það er Rolling Start á 5, 3, 4, 50 lítrar. Og það er alltaf breyting sem að kemur inn núna á tímabilinu. Það er að vera Rolling Start í flestum keppnum. Já. Þannig að þetta verður athyglisvert tímabil. já, hann að tímatakan akkurat skiptir kannski meira máli núna, þetta Já. tímabil. Akkurat. Sem að, hvað, bilið eru 0,6 til 0,9 eða eitthvað. Það veist ég svolítið. Já, þetta er svona. Já, ég er reyndar ekki hundu það en. Já, ég held síðan að miðist við 0,8 eða eitthvað sliðis, 0,7. Já. Og þá er þetta bara allt að fara á stað hérna hjá okkur. Nú þarf ég að rifja upp takkana. Og þá eru þeir að fara á stað. Og þeir vita ekki hvaða. Nei, og Palli fór líka. Alltaf hafa ekki átt dekk. Ha? Palli fór úr tímatökunni líka, nei, úr keppninu líka. Nei. Já, ég sé að Heimir, Óli, Hilmar Já, byrja allir á Inders. já, ok. Það er athyglisvert. Já. Já, Ólafur, hann tekur berg hérna í fyrstu beygju. Hann er innan á hann. Getur Bergur eitthvað svaraði? Það er með leiðilt sjónu hann þetta. Nú, Björgun Freyr víður hann aðeins. Nú, hinn Óli að reyna að komast fram yfir hérna. Og, þetta er ekki nefnilega illa maður. Já, Þetta getur verið gott stað. Þeir verða bara að keyra rólega og spara dekkin fyrstu hringina þar til að rigningin kemur. Þetta er nú bara, hvað, 2-3 hringir á þarna rigningin var kemur. það ekki. Jú, ég held að Það kemur smá bleita fyrst og svo kemur akkurat svona Inders. Já, skilur við, akkurat. sko. Bara leið og bleita kemur á kólna brautin, þá fara Indestekkin allavega ekki að spænast upp. Nei. En ég hugsaði verði samt orðin frekar eitt þegar að almennilega rigningin kemur, sko. Já. Það er Hilmar hérna, komið fram úr Óla. Heimir hérna, ég held þetta. Því ég ger svona að reyna framtöku í fyrstu. Já, stikkar. Já. Sett er í markið á þetta. Heimir fyrir beint í pitt. Ok. Hann var á Inders ekki, svo það ekki? Jú, hann byrjaði á Inders. Já, Hilmar er á Inders-dekkjunum. Þetta sveif Óli hann fram með honum. Og þú sér líka Já. bara Inders-dekkin hjá Hilmari. Já. Úff. Vá. Új. Svenni hérna.
Og 4C, hann er svolítið lipur og skemmtilegur. Já, hann er það sko. Bara, hann er ekki nógu, upptakið í honum er ekki nógu mikið sko, en það er hægt að halda upp í hraða á honum sko. Já. Svona í gegnum beygjur og svoleið sko. Akkurat. Örn Erlings hérna á fjólubláum, þetta er svo sem annar hringur, þannig að það er ábyggilega nokkrir á og Ingi komin upp í 4. sæti. Já. Og byrjaði hart, hann er í helviti góðum málum með það sko. Já. Það er alltaf skylda að taka hardtækin. Andri Thompson líka, hann er í mjög góðum málum. Já. Já, það er svona svipað hérna niður í annað frá öðrunni í 3. Bergur með fyrstislega. Já, ok. Hilmar, hann gefst upp á þessu, skellir sér á. En ég held að það sé bara 1-2 hringir í rigninguna. Já, er það ekki? Já. En ég er samt, ég held að þetta hafi samt ekki verið rétta. Nei, þetta var ekki... Nei. Þetta er Dobbs með fast lapp á fjólblóðu sektor ætlaði að segja. Og laðum bara eitthvað ríkaðar hérna eftir. Þetta er jólafríð maður. Björgvin Freyr á lansinum. Ég held að lansinn fari rosalega hratt með dekk. Já, mér sýnst það. Hann er að hard og framdekki lúkar. Líka fjórhjóladreifir bíll líka. Já. Gæti svo sem komið sér vel í rigningunni. Já, allan með við dækinu hjá honum. Ég sé rúðuþurrkur. Já. Núna kemur sér stutta og svo eftir hringa 2 þá kemur úrhelli. Já. Nú er aðeins að þéttast hópurinn hérna fremst. Ólafur er búinn að ná skottið á Berg. Ingi er ekki langt þar á eftir. Andri Thompson fyrir pit. Hörru, Ólafur er á medium. Þú kannski rennir í dekkin, hvaða dekkjum menn byrjuðu á, þannig að það er allir í pit. Bergur byrjaði á medium, Ólafur á medium, Ingi á hard, Ingi á soft, Björn á hard, Sveinn á hard. Solid hann er að stikka við Indres en ég held að það er bara of einn þegar það byggingin kemur sko. Já, það er nú eitthvað einhverja truflanir á hérna röddinni þess. Á röddinni mér? Já, eitthvað lag. Já, ok. Kannski þú prófar að fara út úr partíinu og inn í áþur. Það lagist kannski, já. Já, sko það. Já, það er þetta fínt núna, þannig að kannski ekki að vera að storka árlögunum. Ok. Nei, ok. Það er rétt. Þessi Gretar, hann er á hard. Andri fór á Inders, ég held að hann hafi bara á þau örlítið og svona. Já, ég held það líka. Og við sjáum það er bara rétt aðeins farið að sjást í hvítu línu þarna hliðina á dekkjunum. Og hún einmitt segja mönnum hversu blaut brautin er. Hún er ennþá í slikkunum. Og ég hugsa að þetta sé alveg 1 hringur í viðbót á slikkum, eða hvað. Já, hún er að koma samt núna. Já. Já, hann er eiginlega bara í... Þetta er bara börnlegt. Ingi skellir sér inn, Ólafur skellir sér inn, Bergur og Örn Erlings halda áfram. Ánægði með Örn Erlings að skella sér bara á soft. Það er náttúrulega alveg gott start, það vissi að rigningi væri að koma eftir svona stund. Akkurat. Þannig að hann vissi að hann hefði bara fá að hringi. Lau og Bergur út fyrir. Lau og Örn Erlings líka. Örn líka. Uss. Æjæjæj. Já, við sjáum að þetta er komið í Inders. Þetta var rétt múf hjá Óla og Inga. Og hann kemur Andri. Ólafur kom út bara, það kom út hlið við hlið. Já, rétt með að þinga sér inn í
En Óli á, nei, hver var að spinna þarna? Gretar. Gretar. Sveinn Skelli replay á það. penalty. Ingi líka með 3 sekúndur. Ingi og Sveinn. Herðu, hann Örn. Bara stopp. Ah. Hann hefur að spinna, já. Þetta er stoptækin. Já. Sko, nú er Björgvin í vesinni. Úff, beint í vegginn hérna í herpinnu. Hvernig gengur Berg og Óla þarna fremstir? Það er Bergur bara... Já, hann er að ná haldunum. Já, það er gott. En hann þarf að gríðalegum tíma hérna. Já. Við sjáum það eru 13 sekundur frá Andra upp í Berg. Þeir voru hlið þegar þeir fóru pitt. Já, það saxast niður núna í þessum tömbeim, sko. Já. Svo það komið neyri í 10. Uss. Já, þetta var rétt múfi á Óla og Inga. Herri, Bergur heldur áfram. Nei! Jú. Ha? Hann hefur treysta bara á að hún þorni. Uss. Svo litið á mjög slitnum Inders. Byrjaði svolítið á Inders? Já. Hann stikkaði bara. En þau eru orðin samt mjög slitin, þau eru hún erfið, sko. Já, ég sé það núna. Á vísu faraði mjög hægt núna, þannig að það er allavega... Já. En leið og byrjar að þarna, þá eru þau farin, sko. Já. Sér að núna kemur Andir bara alveg í skottið á hann Berg. Já. Úff, aðeins snertast. Nei, Bergur snýr í vegg. Út í vegg. Óli er að halda í Andra allavega. Já. Þannig að nú eru 6,5 frá Andra í Solid. Erlings kemur út á ferskum Inders, Gretar líka. Björgvin fer út á full vets. Hann er að sjá fyrir sig meira rigningu. Við náttúrulega sjáum ekki aðal live feed af radarnum. Akkurat, við getum skoða síðustu 60 mínútur en þeir geta séð radar sjálfir. Hvernig skíin eru yfir brautinni bara akkurat núna. Akkurat. Þú sérð ekkert radarinn hjá ykkurum sem eru á braut? Nei, ég er ekkert búinn að vera að litast fyrir, sko. Herru, Óli komið fram úr Andra. Herru, já. Ég var svo upptekinn að tala rigninguna að hérna... Það fór fram með mér. Bergur á vett, segir þú. Það er... Björgvin eru vett. Björgvin. Já, ég held að það sé mistök. Já, ég líka. Mér sýnist þér að komið bara þurr lína á brautina með þessu. Það er þurr, ekki, það er þurrari lína á brautina eins og ég sjá það. Má sjáu hvað er blautt hérna í köntunum. Það er racing-línan svona að byrja að myndast. Já, þetta er svolítið vel inn í Inder. Já. Niðri vinstrabæðin. Það er það, sko. Bergur er alltaf að tapa gríðarlega á að hafa ekki farið í pitinn. Já. Já, og þá geta að minna fólk á að setja like á streamið. Já, heldur betur ég ætla að like'a það sjálfur bara í þessum 12 árum. Erum við að fá þetta inn í algoritmar. Komum við til sekundu frá Andra í Ólaf. Já.
Þeir virðast vera hérna á svipuðu peysi, svo Já, þeir eru með þess að bara ekkert Ingi ekkert að saxa á þá neitt að viti heldur. nei, Og ekki sjálfgefið að vera með fyrirhandi úrvalsdeildarmann og fljóta sig og halda honum í fjarlægð, sko. nei, segðu. Akkurat þegar ég segi þetta, þá droppar það niður hitt rétt rúm á 3 ár. Já, tók aðeins betra exit út í síðustu beygju. Já. En Ingi fær engin stig fyrir keppnina. Nei, Þannig að allir nýlegar og þeir sem hafa ekki verið í úrvalsdeild síðastliðin 2 ár eða fyrstu deild síðastliðið ár, að þetta er meira spennandi fyrir þá. Þeir eru bara keppnið til stiga. akkurat. Þá er eitthvað stað bara á braut annar staðar heldur en og sekúnda hérna á milli að fremst. Ég þori ekki að fara af þeim eða eitthvað skyldi gerast. Nei, það er ekkert að gerast eins þegar annars staðar, sko. Síðan þetta Heimir og Hilmar eru komnir hérna í 5. og 7. Ég myndi að segja að það væri ansi gott comeback. Og nú er sólin komin. Já, heldur betur. Já, nú er þeir þetta bara alveg að detta í þurra línuðina. Já. Ég hugsa með þess að soft gæti verið bara mjög góðina núna, sko. Já. Og spurning hversu lengi þau endast samt. Já, maður myndi alltaf fara yfir á hard, klára. Já, eða medium. Og svo náður alveg til að enda medium-dekkjunum. Þeir sem að byrja hard akkurat Já. geti gert einhverja svoleiðis. Af því hún er líka kaldari núna brautin og það endast þau aðeins betur. Akkurat. En hvað segirðu, heldur að þetta sé fyrirvari hvernig tímabilið verður hjá okkur? Rigningar, skúrir og skemmtilegt, ég vona það. Það væri skemmtilegt tvist. Og Ólafur fyrir vítt. Andri komið fram úr. Jöss. Já, heyrðu. Ingi farinn í pit. Nú er Erlings aðeins að sækja hann Björgvin líka hérna, en það er ennþá meiri bara átt að fremst. Ingi farinn í pit, Hilmar farinn í pit. Andri fyrir vítt og fær hálfa sekundu. Og refsing. Áts. Það tekur á að halda bílum á brautinni í svona bleitu. Já, gerir það. Þetta er dýr refsing. Þetta við þér. Það er svona nálægt, sko. Andri átti ansi gott exit hann út úr síðustu beygju. Já. Held að þetta sé samt ekki nóg til þess að gera almennilega allu, en hún kannski getur strítt honum eitthvað. Já, reyndi að setja pressa á hann. Já. Endist þér exitinu hérna. Nú var ég mitt væri ábyggilega rétti tími til að skella sig inn. Ég ætla að skjóta það að það fari báðir inn núna. Þetta er alveg svona tímapunkturinn að maður verður að halda sig í racing línunni ef maður ætlar ekki inn. Nei, ef maður ætlar inn. Já. Það halda báðir áfram. Andri er búinn að taka út refsinguna. Það hefur verið sterkt undercut. Já. Held ég, sko. Heldur betur. Og Andri víður. Kíkjum við aðeins hérna neðar. Ingi með sekundu refsingu. Heimir að koma hratt aftan að honum, nær frá honum. Heimir með hörku akstur hérna. Ennþá eindirstekkan. Herri, svo er Bergur og Solidin að koma í síðustu beygju. Solid fyrir, hann fyrir vítt. Æ, Blautu línuna. hann hefur aðeins farið úti og ekki náður sér inn aftur. Já. Það er einmitt það sem ég var að segja með racinglinum, að vera að halda sig á henni. Ef maður fer aðeins út fyrir hana þá bara ekkert grip. Herri, Ingi kemur út á soft. Já, hann kom út og sótt á hann. Já. Hún er að sækja hratt að hann heimi hérna. Já, Heimir ennþá á Inters dekkjunum.
Nú hljótu að fara að sjá síðustu menn koma inn. Við sjáum að í þurrulínu þá þetta komið niður fyrir neðra strikið. Já. Sem þýðir að Þá brautin klár fyrir Inters, nei fyrir slikka. Akkurat. En kantandi blautir og línuna fyrir utan braut blautar. Já, Ingi reyna að kæla dekkinina. Til að láta það endast. Akkurat. Það þarf á því að halda held ég. Já, heldur betur. Skrimmir yfir kantina maður, Ingi. Já, en svo náttúrulega Alfan alveg sko langbesti bíllinn á dekkinu sko. Að vísu rétt. Þannig að það gæti vel verið að Kemur inn hérna með Ólaf og Andra. Andri á aðeins meira bensín en Óli. Sem að gæti saksa niður aðeins af þessum 3 sekundum sem að Óli hefur á hann. Óli þarf að taka harddekk. Andri kemur út á medium. Það sterkur leikur. Já. Það að passa sig þetta. Já. Ingi kominn upp í annarsæti á softrunum með Ólaf fyrir fram að segja á hörðudekkunum. Já. Ég held að við séum að fara að fá fætt. Nei, hörðu! En Uss. Kíkjum á þetta. Kannski ekki alveg svona langt. nei. Skoðum þetta fyrst. Það fara saman hana í... Hver? Óli? Andri Thompson. Nei. Hann farið út í akkurat blautilínu og tógast bara út fyrir. Já. Hérna ríflega á honum Óla. Já, aðeins út í blautilínuna. Nær að halda þessu. Vel gert hjá honum. Já, það alveg verið drift. Og svo kemur örugglega akkurat Andri bara rétt að það eftir og... Nei, Ingi Víður! Blautu. Út í vegg og hann kemur bara Það svo leiðilegt að sjá svona stoppa veggnum koma af. Já. Kemur þrengingana. Já. Þetta hefur verið svolítið gott krass hjá honum Andra, ætlaði að ná því í replay. Það var á svipuðum tíma og... Já, hann var rauninu bara 3 sekundum eða eitthvað eftir. Það fór kannski heldur langt aftur. Já, þarna. Fer vítt út í vegg og stoppar einmitt á þrengingu. Já. Svo samt ég ekki þrenging, þetta eiginlega bara dekkjaveggur. Já, akkurat. Bara endin á honum. Já. Þá er komið svolítið bíl hérna á milli fröstumanna. Og allra, hérna er smá fætt. Hilmar og Björgvin Freyr. Báður og hard. Yes. Svo þessi kantar alveg stórhættulegir. Já. Heldur betur. Ég snerti það ekki ef það er blaut braut, sko. Nei, akkurat. Nei. Og svo lit út í vegg. Yes. Slapp við aero damage. Já. Hilmar að pínu tapir þarna. Hilmar og Heimir, þeir eru með keppa fyrir Kraftey sem er náttúrulega einn af okkur stærri styrktaraðalum. Þeir gefa stórmeistara vetrana og vortímabils 100 á skall cash money. Og þú situr í toppi á stígatöflunni til stórmeistara, ekki rétt? Jú, mikið rétt. En þú, þetta var ekki alveg komið hjá þess að?
Nei, alls ekki. Þetta var strempið tímabil, ég get alveg lofað því. Heldur betur. En Þetta akkurat, þeir eru búin að gefa alveg frábærar frábæra gjafir skósa, hérna. Já, heldur betur. Já, við hefum alltaf báðir skó frá þeim. Já, og ég bara aldrei Geggjaðir átt skór. betri gönguskó. Akkurat. Ég sé alveg pínu eftir því að hafa látið konuna fá skóna sem að ég fekk, en það var nú bara af því að ég átti skó og hann vantaði skó. Já, já. Þetta er nefnilega alveg hágeða gönguskúr. Já, ég sá það nefnilega. Þetta er svona ítalskt eitthvað. Allt sem Já. að Ítalir gera, það er frábært. Já, þeir eru svolítið fyrir svona, setja smá klassa í þetta. Heldur betur. Það er mitt bara kraftey.is ef að menn eru að leita sér að gönguskóm eða útvegstöðvörum. Þetta eru flott verslunniðum. Heldur betur. Það var þetta dálítið niður svolítið hjá okkur aftur. Ólafur hérna út fyrir. Svenni hérna siksakandi. Já, tefur. Þá er nú Bergur svona að nálgast hann. Já, en störu bensínstöðun hjá hann. Já, vá, hann þarf bara að pitta að taka bensín. Hann er líka búinn að vera með því allan tíman, eða ekki? Nei, fór hann ekki inn? Nei. Hann bara rótdokaði rigninguna bara og var bara slikkum allan tíman. Já. En tapaði þetta gríðarlega. Úf, annað víður. Síðasta beygja verðist vera að fara illa í menn í rigningunni. Þessi línan er svo þröng einhvern veginn og mann langar svona svolítið að koma aðeins víðar í henni. Akkurat. Já, hérna er Hödd, Óli og Arnar links. Og Óli út fyrir. Næra að halda þessu, vel gert. Bjóst nú ekki við því að fara þarna yfir kantinu og út í grassið og út í leituna og rétt slappið við vegginn þarna. Kemur hérna rétt á undan Solid. Bergur. Áklæði nýjum hort. Með miklu minna bensín en Solid. Þetta verður. Ætli hann hafi kannski sett aðeins svo mikið á henni í pittinum eða? Hann Solid. Solid. Já, mér sýnist það. Svo með þetta, ekki nema Bergur sé að spara svona rosalega. Já. Það er segja hérna Solid heitir minni með Birkir, segir Gunsibói. Ok. Þannig að við erum búin að kalla hann Óla. Já. Hann heiti það bara Óli í dag, við erum búin að endurskýra. Já. Nei, Birkir, alveg. Lítið að gerast, því að sýnist bara Svenni hérna að snúa. Já, það er ekki bara... Það er að hægt að setja myndavélina á hann, alltaf að ég setja hann á hann, þá var hann alltaf eitthvað á hlið eða öfur á bröndinu. Það var bara hérna, þannig er Bergur að stinga Birki af. Og það getur Solid saxað á hann. Það er spurning. Held að Bergur sé með örlítið betra peysina. Hann er Hilmar í vegnum. Og Heimir hérna í þriðja. Já.
Ég sé það hérna, við höfum mistað okkur í chatinu, þeir eru að skamma mig fyrir að fylgjast ekki nógu vel með. Nú, Já. Þetta sleikja mistu tuttaði mig upp og fylgstu mig ekki. Frá okkar besta manni Jón Þóri. já. Já. Það er bara svolítið mikið bíl á milli manna eins og er. Já, heldur betur. Hérna. Já, Björgvin og Sveinn. Heldur betur. Svenni á soft. Björgvin á hörðum. Já. Það kommentaði nú hérna í chati hjá okkur Svenni að hann hafi komið inn illa auður, sko. Já. Hann á gott pace í sér og Sveinn, sko. Já. Og keppir á stýripinna. Já, keppir á stýripinna. Já. Það er eitthvað sem að ég get ekki. Svolítið víður. Nei. Já, hann er svolítið að fara svolítið með dekkin út í svona blautrýnuna. Já. Hér er Björgvin hérna. Svenni víður, Björgvin stingur sér inn á það, nýtir sér tækifæri. Getur hann svarað þessu, hann er á mikragúmíi. Já. Svo er bara akkurat þessi kafli, þetta er svona veikasta hliðin hans, það eru beinukaflinir. Heldur betur. Svona áður en keppnin klárast, þá vildi ég minna hérna á styrktaraðila samfélagsins. En sá sem að sigrar opnindeildina núna, semst þetta tímabil, hann fær bikar á lokahafinu. Bara svona aðeins enda, Svenni komið í skottið á honum. Og fór aðeins út í línu hann það, nær að bjarga sér. Hann greip þetta fagmannlega. Já. Þessi er erfið. Vá. Hann er á limminu. Heldur betur. Já, Autocenter, það hefur verið hefð fyrir að þeir styrkja okkur alltaf með bíkarana. Og það er nú ekkert sjálfgefið, það er nú gaman að geta gefið mönnum bíkar á logoum. Það er bæði fyrir vortímabil og vetrartímabil. Og fyrir í öllum logoðu deildum og fyrsta sætið í opnudeildinni sem fær bíkar. Þannig að þetta er mikið að vinna. Það er barátta milli 10. og 9. sætis líka. Þeir eru Hilmar og Örn. Já. Nú Örn svolítið víður. Já. Fylgstu með þeim, ég ætla að fylgjast með Svenna á Já. Björgvinfriðsina. Það er ekkert að gerast þarna á topnum. Og Svenni út í vegg. Það er næstuði búinn að ná að halda þessu. Þetta var nú gott save. Ég sá það bara á akkurat. Örinn hann uppi. Hann bara fór til vegginn, nær að halda sér, tekur skrans inn á beina, snýst og nær að snúa sér aftur við. Beini í rétta átt. Það var vel gert. Þetta kallaði ég skila á stýripinnanum. Herru, Hilmar bara hleypti Erni fram úr. Nú, hann ekki missið. Á beina. Nei, bara fór. Það er spöð hvort hann hafi haldið að hann væri ekki skil. Það hafi verið síðasti hringur, eða? Spes. En styrktar að samfélagsins, það er náttúrulega Kraftey, svo erum við Arctic Iceland, þeir gefa sigur
gáfu sigur af vetrartímabilsins núna sem var að klárast í fyrstu deild úr og sigur af vortímabilsins í úrvalsdeild sérst á þessu tímabili úr. Kraftilegar, þeir ætla að styrkja samfélagið að einhverjum hætti, eitthvað til uppbyggingar samfélagsins. Get ég ekkert með þeim, þeir eru náttúrulega alltaf klassísku sponsor. Það topp 3 í lokuðu deildum fá gjafabréf fyrir 60 mínútur. Hermi Kappaksturs Akademíu Íslands. Kaldi, þeir gefa topp 3 í öllum deildum á vetrar- og vortímabili. Þannig Ólafur að koma í línna í 4. sæti. Lafasjó, sigur af fyrstu deildar miðan fyrir 2, vetrar- og vortímabili. Björgvin kom í línna 5. Sveinn 7. Þar á eftir Bergur 7. Svo lit hérna í því 8. Örn 9. og Hilmar 10. Tegur skal hann segja línna. Já. Það var einn sponsor eftir, það er Gullfiskur. Og þetta nú svo sem engin smá vinningur, sko. Þetta eru hérna Já. bara haugur af bókum af harðfisk. Það er geggjað, sko. Fyrsta sæti í úrvalsdeild og fyrstu deild fá 6 poka hvor. Nice. Og svo eru að gefa líka öðru og 3. sæti í úrvalsdeild og fyrstu deild og opnudeild og annar deild líka. Þannig að fyrsta sæti í opnudeildinni fær nokkru poka af harðfisk. Á næsta lokaáður þá var engin steik, það var bara harðfiskur og alla. Nú var smyri. Já. Þar erum við það. Ingi sigraði þessa keppni en fær engin stig. Þannig að í rauninni er Andri Thompson, hann er í fyrsta sæti. Þó Andri Ingi sé hana í fyrsta sæti, en þá er hann búinn að keppa í úrvalsdeild á síðustliðnum 2 árum, þannig að hann forfittar sínum stigum. Öðru sæti Andri Thompson í sinni fyrstu keppni, 12 ára drengur, það er ekki smá árangur í sinni fyrstu keppni með þess. Þetta er eitthvað við þetta nafnið þarna, Thompson, það er eitthvað. Það er einhverja herrbúðar þarna. Heimir í 3. með fasti slapp líka, 48.65 og Citroën, en hann forfittar líka sínum stigum að það er nefnilega keppað þeir voru á síðasta vetrartímabili síðasta vortímabili í fyrstu deild, hann og Hilmar. Ólafur í 4., Björgvin Freyr í 5., Svenni í 7., Bergur í 7., Birkir í 8., Örn Erlíks 9., Hilmar 10., Gretar 11., Palli kvitaði. Mig grunar að Palli hafi ekki átt regndekk. Já, mig grunar það líka, sko. Já, hann var alltaf leiðilegt að sjá menn exita út af því. Já. En maður lærir af þessu. Nákvæmlega. Já, klálega. Fyrsta keppnin á tímabilinu og svona. Akkurat. Það koma. Hvernig fannst þú nú að lýsa svona keppni með þess? Það eru bara mjög næs. Já, ég ert ekki peppaður í þetta tímabil. Jú. Já. Spurning, sko. Því ekkert annað. Nei. Bara vonandi að þetta hitti ekki of oft á svona vaktatíma. Já, við finnum út af því. Þú og Gunni alltaf eitthvað að skipta þessu með ykkur, eða ekki? Var það ekki planið? Jú, akkurat. Hann tekur ekkert við núna, ég er að fara á næturvakt, þannig að hann tekur við hérna annarri deildinni. Akkurat, við erum að byrja með aðra deildina núna klukkan. Nú á ég nú að vita þetta, en... Það er ekki kortir yfir. Jú, kortir yfir. Bara eftir kortir, og cirka bát kortir, þá störstu tímatöku fyrir aðra deild. Og fengum nú svolítið krassandi rigningu hérna í þessu. Það byrjaði þurrt og svo bara rigning eftir smá stund. Það setti smá krydd í það. Já, heldur betur. Þannig að þetta verður bara fjör. En hérna, ef það ekki bara setja gott í kvöld og bara þakka þér fyrir sitja hérna með mér og takk fyrir að horfa á áhorfendur og hendilega munið að hendi like og subscribe á streamið. Algjörlega. Sumleiðis bara mjög gaman að sitja hérna með þér og bara takk fyrir áhorfið og
og hérna, Aðeins. sjáumst næst. Já, ekki fara langt, bara ná ykkur í Pop og Kók og kíkja á næstu gerni. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.